verið núna heilbrigðisráðherra í 3 ár. Já. Hvað svona stendur upp úr fyrir þér? Þetta bara það stórt og mikið kerfi og þannig séð, ég hef sagt það þannig að þetta það heillandi vettvangur og þetta þannig kerfi að þú verður raunverulega bara að vinna með fjölda fólks í því að bæta kerfið frá einum degi til þess næsta og það tekur tíma að ná utan alla þætti, blessunarlega heldur kerfið alla daga en það fjölmargt sem þarf pólitískan atbeina, þarf stuðning, faglegan stuðning bæði út í stofnanir og í gegnum ráðuneytið og í gegnum stefnumótun og svo með atbeina löggjafans, forgangsröðun fjármuna og þetta þannig verkefni að þér líður eins og þú sért svona að ná utan það allt. Þú veist orðið betur hvar þú ert staddur með verkefni sem þú fórst af stað með og auðvitað eins og með allt annað, þú skilur betur, nær betri heildarsýn, skilur betur það sem að þú ert að vinna með öðru fólki og hvernig þú getur náð árangri og þess vegna færðu þessa tilfinningu að þú viljir halda áfram af því að þarna svo sannarlega erum við að tala kerfi, þetta auðvitað stærsta þjónustuafhendingarkerfi þjóðarinnar en stendur líka fólki næst. Í hverjum einustu kosningum þá tölum við heilbrigðismál. Mismikið en þau eru svo sannarlega á dagskrá núna og það finnst mér frábært. Þau eru einmitt svona svolítið á dagskrá núna, svolítið í svona gagnrýnistón. Það virðist svolítið svona gagnrýni á heilbrigðiskerfi, lækna, heimilislækna, bráðamóttöku. Hvað finnst þér það? Já, það sjálf sér ekki nýtt. Þegar þú ferð út í kosningar þá virkar pólitíkin nokkurn veginn svona, þeir sem eru í stjórnarandstöðu. Þeir benda á öll kerfi, ég hef ekki heyrt neitt stjórnarmálamann í stjórnarandstöðu tala að vegakerfið sé allt í góðu lagi eða menntamálin sé öll í fínu lagi eða skólakerfið eða leikskólarnir eða það nánast öll kerfi sem við ræðum. Stjórnarandstaðan djöflast áfram með það að svona ala á þeirri trú að þetta sé allt í ólagi og þú eru helst að kjósa mig til að ég komi ólagi í allt. Það auðvitað ekki þannig með neitt af þessum kerfum en þau verða aldrei fullkomin og það auðvitað bara kjarninn í allri gæðahugsun og gæðastjórnun. Þú getur ekki leyft þér að trúa því að eitthvað sé bara komið á endastöð og sé orðið fullkomið og þá sé hægt að snúa sér eitthvað öðru. Þannig ég hef svona lært það, ég tók þetta svolítið persónulega fyrst, alla umræðu sem sneri að heilbrigðiskerfinu sem var svona á gagnrýninn hátt. En ég held að maður svona læri það að taka gagnrýni og hugsa hana út frá kerfinu sjálfu og láta það ekki nátt með og þá sé hægt að snúa sér eitthvað öðru. Heilbrigðiskerfið svo sannarlega kerfi sem það viðamikið og það svona undirorpið samfélagslegum breytingum að þú verður alltaf að vera vakandi gagnvart í að fjármagna það og manna það og sko hafa alltaf hugfast að auka aðgengi og jafna aðgengi. Þetta algjör grunnkjarni í heilbrigðisstefnu, verður alltaf. Og það það sem gerir þetta svo heillandi verkefni vegna þess að þú getur á svo fjölmargum sviðum bætt kerfið. Það í grunninn gott? Já, ég held að allir myndu, ef þeir fá þá spurningu, svara því mjög einlægt, játandi. Fer ýmislegt úrskeiðis og öðru síðan ætlað. Já, við erum auðvitað þrátt fyrir öll vísindi og þrátt fyrir alla færni og þekkingu sem byggir fyrst og fremst á mannunum, að þá mannslíkaminn bæði ólíkindatól og mörguleyti fjölmargir sjúkdómar sem við höfum ekki komist á þann stað að geta læknað alveg til fulls. Svo verður líka minna á það að við erum auðvitað svona kosningabaráttan að taka á sig svona með hverju vikunni, með hverjum deginum sérstaka mynd. Hún verður alltaf svona háaðin eykst.
skulum við segja. Það er allir að reyna að koma sínu á framfæri og svo bar þessar kosningar núna, þær bar að í sérstakum tíðaranda. Þar sem að ríkisstjórninni mistókst að vera samstæð liðsheild sem gaf þá trú að hún hefði fulla stjórn og tök á þjóðfélaginu, því miður. Og það gefur stjórnarandstöðu við þær aðstæður og fjölmiðlum sem að setja sín oft í stellingar stjórnarandstöðu, færi á því að stilla upp þessari mynd, meðal annars af heilbrigðiskerfinu, af menntamálunum, og vegakerfinu og fleiri stórum kerfum, ýmsum öðrum þjónustu þáttum, löggæslu, þjónustu fyrir börn og unglinga. Og svona draga upp þá mynd að sé bara í sérstöku ólagi. Og það auðvitað ekki þannig. Ég get alveg fært rök fyrir því að við höfum til að mynda í tíð þessar ríkisstjórnar, ef við tölum heilbrigðiskerfið, við höfum tvöfaldað fjárframlög á vellegi hvers árs síðustu 7 ár. Og þá ertu leið búin að svara spurningunni, erum við að forgangsraða í þágu heilbrigðiskerfis? Sumir segja samt að heilbrigðiskerfið sé fjársvelt. Já, það er svona mantra sem ég man alla tíð. Ég kom inn í stjórnmál 2013 og þetta er ég búinn að heyra síðan. Jafnvel innan úr kerfinu, af því að það er auðvitað mikil barátta milli stofnana og bara vel meint að sækja fjármagn til að bæta þjónustu. Og þá reynir á okkur í stjórnmálum að við svona fjármagnum rétt og mönnum kerfið okkar í samræmi við þjónustu þörfina og nýtum vel mannauðinn. Það er aldrei of mikið til á honum og hann er takmarkaður, hann er skornum skammti. Þetta er vandamál sem allir heimurinn er að glíma við. Við blessunarlega stöndum nokkuð vel í öllum alþjóðlegum samanburði í því hvernig við bæði mönnum kerfin okkar. Staðan núna hér á Íslandi er betri en víðast hvar, en hún er alveg áskorun og verður áskorun. Sama gildir forgangsröðun fjármuna og sko fjármagn, þetta er fjárfrekt kerfi. Það sem að ég get deilt á stjórnmálum og tek alveg fulla ábyrgð á því er að við höfum ekki nægjanlega hratt brugðist við A. fjölgun, B. breyttri aldurssamsetningu með nægilega hraðri uppbyggingu innviða. Og þá er ég að vísa til aðbúnaðar eins og nýs spítala sem við erum að byggja við Hringbraut. Þar höfum við loksins í tíð þessar ríkisstjórnar sett aukinn kraft í uppbygginguna. Og ég get sett þetta í samhengi. Þetta er það bil í dag, orðnir svona, má segja verkefni síðan 220 milljarðar. Og svo er að bætast við vegna þess að nýverið þá tók ég af skarið með heilbrigðisráðuneytinu og geðráði og nú er búið að setja geðsjúkrahús nýtt á dagskrá inn í þessa innviðauppbyggingu og nú erum við bara að finna honum stað og svona miðað við þær skýrslur sem hafa komið og þá umræðan sem hefur átt sér stað, þá er líklegast að hann verði staðsettur í Fossvogi. Ekki í gamla spítalanum þar, heldur í nýju húsi, en að gamli spítalanum verður líka nýttur sem spítali. En við erum í Hringbraut að reisa, ef við tökum þessar heildarfjárhæðir, sirka 20 hallir, íþróttahallir, þjóðarhallir. Og það hefur nú staðið í okkur að reisa eina, eins og við þekkjum öll. Þetta auðvitað setur ríkisfjármál í allt annað samhengi og er mikil áskorun fyrir ríkissjóð og þá það er ríkisstjórnin sem að þurfa alltaf að huga því í hvað takmarkað fjármagn fer og forgangsraða rétt.
og ég held að við getum alltaf verið mjög stolt af því í Framsókn og sem hluta þessar ríkisstjórn þegar það kemur að heilbrigðismálunum að við setjum hlutina í þetta samhengi. Gefst alltaf tími til að ræða þetta svona yfirvegað og koma svona öllum upplýsingum til skila á einum stað til allra og til þjóðarinnar og gefa henni þá trú að við höfum full tök á öllu þegar það kemur að þjónustunni. Nei, það nú kannski vandinn sem að stjórnmálin glíma við og í allri umræðinu alla hluti að þá sjaldnast kryfjum við málin með þessum hætti til mergjar því miður en svona það okkar hlutverk samt sem áður að gefa fólki þá tilfinningu, þá öryggistilfinningu að það fái þjónustu í samræmi við þörf þegar það þarf að heilbrigðiskerfið sé tilbúið og aðgengið sé jafnt og óháð efnahag, óháð búsetu og það kjarninn í okkar stefnu og ég hef unnið mjög ötullega eftir því og mitt fólk í heilbrigðisráðuneytinu. Af hverju svona mikið að semja fyrir heimili landsins? Þetta nefnilega mikilvægari spurning heldur en kannski flestir átta sig á að þetta líka eitt af fyrsta sem við tókum fyrir í heilbrigðisráðuneytinu og staðreyndin þessi að við erum með lög sjúkratryggingar sem eiga að virka þannig. Það eru opinbert tryggingarkerfi og það tiltölulega mikil sátt það í samfélaginu að vera með opinbert fjármagnað heilbrigðiskerfi, félagslegt heilbrigðiskerfi eins og við kallum það oft. Kjarninn í þeirri heilbrigðisstefnu sem svona umvefur þessa samfélagslegu sátt jafnt aðgengi óháð efnahag. Og staðreyndin þessi að við ekki semjum þessa þjónustu þá hún ekki rétt fjármögnuð. Og ég get þá nefnt dæmin af hverju við erum að semja. Það búið að semja nánast við alla. Það búið að semja við alla. Við síðan þar sem það hefur verið samningslaust við sérgreinalækna á 5. ár sem alveg ótrúlega langur tími í samanburði við það hversu mikilvæg þjónustan og hversu mikilvæg hún fyrir fólki í landinu og sérstaklega tekjulægri hópa því að þegar við tölum aðgengi óháð efnahag, hver birtingarmyndin? Jú, það hægt að vísa til skýrslu Öryrkjabandalagsins sem sagði neitar þú þér læknisaðstoð? Svarið þá var já og við vorum ekki að vinna í samræmi við stefnu. Þetta lögðum við á vogarskálarnar til að ná samningum og þurftum að þýða þessa köldu stöðu sem var, frost raunverulega í þeim samningaviðræðum. Það tókst, semja við sérgreinalækna, þannig að nú allir aukareikningar burt og allir geta veitt sér þessa þjónustu í samræmi við þörf. Við erum búin að semja tannlæknaþjónustu sem hefur aldrei verið áður. Allt raunverulega keyrt áfram á sama grunni stefnunar. Jafnt aðgengi, aukið aðgengi óháð efnahag. Við þrefölduðum styrk til tannréttinga. Og nú niðurstaðan hver? Jú, það eru yfir 1000 börn sem að bætast til viðbótar að geta leyft sér það, fjölskyldur þeirra og börnin, að fara í tannréttingar eins og næsta barn í skólanum. Þetta auðvitað algjörlega í anda Framsóknar, en þetta líka í anda stefnunar. Og ég bara sagði frá fyrsta degi, og ég held að þú hafi nú örugglega heyrt þá setningu, að annaðhvort semjum við alla þjónustu í gegnum sjúkratryggingar eins og lög mæla fyrir ellefa breytum við stefnunni. Vegna þess að stefnan flogin hérna út gluggann og enginn virðist hafa áhyggjur af því. Og það komið, þetta mjög flókið mál, sérgreinalækningar vegna þess að þetta mjög vítt svið. Og þetta styður auðvitað mjög vel við fyrsta stigs þjónustuna og þegar við tölum aðgengi að til að mynda heimilislæknum,
þá gleymist nú oft að taka þetta með í jöfnuna, það góða aðgengi sem við gefum að sérgreinalæknum sem annars stigs þjónusta, og ef við tökum það inn í jöfnuna og berum saman með aðra þjóðir, þá hún hvergi betri í heiminum aðgengið að læknum, og þær tölur eru bara til. Fáum við tíma hjá heimilislækni alveg samdægurs, þeir sem áþurfa að halda, já. Þess utan sem ekki nær inn í sérgreinaskrána, þá hefur við horft sérstaklega til kvennheilsu og það sem við kjósum að kalla lýðheilsu tengdra aðgerða sem að byggja hverju að halda fólki í virkni, halda fólki í vinnu, tómstundum, hreyfingu, það getur tekið ábyrgð á eigin lýðheilsu, og það erfitt eða svona lífstíls krampleikar steðja að. Við erum að tala bara slitin hné og mjaðmir og axlir og bak og við þekkjum þennan illvíga sjúkdóm sem konur þurfa að kljást við sem getur tekið 7 til 10 ár í greiningu sem heitir endometrósía. Þetta höfum við allt saman samið og þetta allt í samvinnu við spítalann, Landspítalann. Þetta hefur þýtt að við höfum dregið úr biðlistum sirka helming, og þannig að það svona þessi eðlilegi biðtími, við erum alveg að nálgast hann. Við höfum líka fækkað ferðum erlendis til að fara í þessar aðgerðir verulega. Þar sparast peningar sem þá fara inn í sjúkratryggingar til að fjármagna aðgerðir hér heima. Við erum líka að taka hér upp þjónustu tengda fjármögnun. Þar sem samningur sjúkratrygginga við Landspítala og Sjúkrahús á Akureyri. Þar sem við erum að auka gagnsæið og kostnaðarhlutdeildina á bakvið fjármagnið. Og þetta þýðir auðvitað það að í slíkum samningi eða að spítalarnir ná upp afköstum umfram svokölluð eðlileg viðmið 100%, þá greiðum við meira fyrir það. Það komin innbyggður hvati í kerfið. Þetta hefur skilað miklum árangri fyrir bæði sjúkrahúsin og til að mynda öll 3 árin, þá hefur Landspítalinn verið innan fjárheimilda sem alveg nýtt. En þú spurðir varðandi á hverju mikilvægt að semja. Það til að jafna aðgengið óháð efnahag fyrir fólki í landinu, vegna þess að við þessar aðstæður þar sem að þjónustuaðilar neyðast til að rukka aukalega, að þá auðvitað fer það að bíta hratt í, vegna þess að það kemur ekki inn í greiðsluþátttöku kerfið. Það ekki hægt að halda utan það þannig, og þá fara tekjulægri hópar að neita sér þjónustu. Hvað þýðir þetta einmitt fyrir heimilin? Við getum auðvitað að reikna það bæði bara í því öryggi að fá þjónustu og þurfum ekki að neita sér þjónustu, en við getum líka að reikna þetta í krónur og aurum. Bara sérgreinalækna samningurinn þýðir það að þessir auka reikningar fara af heimilunum, og það hægt að reikna það, og það á milli 3 og 4 milljarðar. En við höfum auðvitað samið við fleiri aðila, við höfum samið við sérgreinalæknana, við höfum líka samið við tannlækna og tannréttingaþjónustuna sem nýtt. Við höfum auðvitað samið við hjúkrunarheimilin og sjúkraflutninga, samið við sjúkraþjálfara. Við höfum náð samningum við sálfræðinga þó að því sé haldið á lofti. Það var gert með rammasamningi. Það eru vissulega fjárhæðir þar inni sem kannski eru þá í samkeppni við einhvers konar tíma þjónustu aðra, en það samningur þar til þess að þar sem við borgum tíma fyrir fólk sem að kljást við þunglyndi og kvíðaraskanir og svo framvegis, því að við viljum ná árangri í geðheilbrigðismálunum á þeim enda líka og nýta þjónustu sálfræðinga í gegnum það kerfi. Þannig að við erum þar liggur fyrir rammasamningur, þó að umræðan sé kannski þannig að það hafi ekki verið samið. Þannig að við erum búin að semja nánast í gegnum sjúkratryggingar öll svið þjónustuna sem gefur okkur færi á að segja að við erum að vinna í samræmi við stefnu og við erum að vinna í þá heimilina í landinu. Ég held að geðheilbrigðismálunum hefur kannski hvað mest eftir ógert þegar ég að horfa á okkur sem þjóðfélag. Vegna þess að lengi vel voru geðheilbrigðismál
eins og kannski gildur fjölmargt annað, háð svolítið fordóm, meiri fordóm heldur en önnur heilbrigðismál, aðrir sjúkdómar. Mér finnst okkur hafa fleygt fram þegar það kemur að fordómum og fordómaminni nálgun á þessu sviði núna seinni tíð. Alveg eins og bara með lýðheilsuna almennt, alveg eins og bara með líkamleg mál. Þá þurfum við að hlúa að líkamannum og geta þá svona unnið í forvörðum. Það sama gildir andlega þáttinn og heitir bara geðrækt og unnið með andlega þáttinn miklu meira þegar kemur að forvörðum. En við þurfum líka að virða það þegar að þú lendir í slysi eða óhappi og fótbrotnar og þá þarf nú að gera því. Sama gildir geðsjúkdóma. Þegar þeir verða alvarlegir og komast á alvarlegra stig, þá þarftu annars konar heilbrigðisþjónustu, þá þarf að grípa inn í, þá þarf inngrip. Og við erum komin lengra með þessa heildstæðri hugsun, blessunarlega, en við erum kannski lengri land heldur við með marga aðra sjúkdóma sem hafa verið svona ekki bundnir fordómum. Þetta er líka flóknara samspil þegar kemur að geðsjúkdómum og fíknisjúkdómum við svona aðra þætti samfélagsins, raunverulega bara það að vera manneskja og lifa í samfélagi, þetta félagslega, búsetuna, samskipti við annað fólk, vinna, lifibrauð og svo framvegis. Það verður aðeins flóknara og við höfum ekki staðið okkur nægilega vel í að samþætta þessi kerfi. Fólk finnur svo ofsalega fyrir því þegar það Við höfum lagt okkur mjög fram í seinni tíð að fjölga úrræðum. Geðheilsuteymin eru gott dæmi það. Þau þarf að efla og því að þau geta líka gert okkur kleift að minna sérhæfðar. Þetta er mjög vítt svið. Við höfum líka gjörbreytt heilsugæslunni þegar kemur að bæði félagslega þættinum og svo líka sálræna þættinum með aðkomu fleiri heilbrigðisstétta heldur en lækna og hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Þetta þekkjum gífurlega flotta þjónustu þegar kemur að mæðravernd og ungbarnavernd, en við höfum líka verið að þróa þjónustu sálfræðinga inn í heilsugæslu. Bara á síðustu 10 árum hefur þeim fjölgað í tugum og þurfum að gera meir og betur í því. Þannig að úrræðum er að fjölga. Hefðirðu viljað gera meira á þessu kjörtímabili í þessum málaflokki? Já, sko mig kannski, þetta er frábær spurning, hefði ég viljað gera meira? Ég vil alltaf gera meira, ég bara einhvern veginn þannig. Og ég held að heilbrigðiskerfið verður einhvern veginn að hugsa þannig og við verðum alltaf að hugsa þannig að gera meira og gera betur. En svo eru alltaf ykkur takmörk hvað hægt er að gera. Við settum mikinn kraft í að klára stefnumótun sem að forvörður minn hafði sinnt ágætlega og klára í þá stefnumótun í geðheilbrigðisáætlun og þannig að við getum svona raunhæft gert meira og leggja grunninn að því. Og við lögum líka mikla vinn í það í ráðuneytinu að vinna áætlunina þannig að hún svona væri tímasett og fjármögnuð og koma með hana þannig í þingið og þingið tók utan þessa áætlun sem við erum að vinna eftir. Þannig að við erum miklu markvissari í flestum þáttum geðheilbrigðismála og að fjölmargir þættir þar verði alveg áskorun
að þá erum við líka bara með algjörlega upp á borðum hvað hlutinni kosta og hvað þarf að setja meiri orku og mannafla í. Við höfum líka lagt okkur fram að vinna með fjölmörgum félagasamtökum, okkar samfélagi byggt þannig upp að við erum með mikið af öflugu grasrótarstarfi og þarna getum við gert mjög mikið sem að ríkið einhvern veginn gæti aldrei náð af sama krafti og sama dugnaði og djörfung en styður mjög vel við og það eru svona félagasamtök sem að styðja vel við þjónustuna í opinbera kerfinu og ég nefni bara samtök eins og Bergið Headspace, Foreldrahús, Pieta-samtökin. Einn stærsti áfanginn sem á eftir að sanna sig og kannski birtast betur þjóðinni, það að ná loksins að stofna geðráð sem mjög breiður samráðsvettvangur fólks sem með reynslu og þekkingu á þessu sviði með aðkomu þeirra sem að hafa notað kerfið. Það rosalega verðmætt og svona sko jafninganálgun í allir geðheilbrigðisþjónustunni svona það sem verið að beita mjög víða í heiminum og það svolítið horft til okkar hvað við höfum svona hratt náða tilgangur það. Síðan vil ég nefna auðvitað þessa blöndu fíkniefna og fíkn og geð. Við erum síðan með sko fjölmarga sem sinna meðferðum á þessu sviði. Við höfum verið með mjög stóran samning við SAA í gegnum tíðina. Það byrja 1,5 milljarð. Við brugðumst við því sem kallaði var ópíóðafaraldur. Mjög sterkt. Ég fór bara með það inn í ríkisstjórn og ríkisstjórnin samþykkti það að fara með fjármagn og inn í aðgerðir sem við og gerðum. Nú erum við búin að samhliða því að vinna í mjög víðtækri stefnumótun með nánast öllum sem að starfa þessum málum og við erum nokkurn veginn búin að klára skaðaminnkunarstefnu en við erum samhliða búin að þrefalda viðhaldsmeðferðir með samningi við SAA. Við erum að stíga þétt með Hlaðgerðarkoti og Krýsuvík að auka meðferðir, fjölga rýmum og þannig að við erum að stíga mjög fast inn í þetta og erum ekki endilega að bíða eftir að stefnumótunin verði tilbúin. Heldur erum við bara að gera margt í einu því þú spurði mig sko, finnst þér að gera nóg? Já. Og ég segi oft í ráðuneytinu, ég má engan tíma missa og þannig að ég bara svona svolítið að hlaupa gólfin og íta á eftir. Hvers vegna skaðaminnkandi nálgun mikilvæg í þessum málaflokki? Af því að hún dregur úr fordómum sem að þvælast fyrir okkur og aðilar eins og frú Ragnheiður og fleiri aðilar, Ylja sem var neyslurými í bíl og við erum núna í saman við Reykjavíkurborg búin að setja staðbundið neyslurými sem var mjög mikilvægur partur af bæði því að vinna með notendum, vinna í þeirra fíkn og draga úr skaða og vinna með Landspítalanum í að draga úr sýkingum. Það hefur tekist mjög vel. Þetta dregur úr fordómum sem að þvælast fyrir okkur í að byggja kerfið fyrst og fremst utan þá sem að kljást við fíknina. Og því vorum hérna áðan að ræða það, sko, hvað ég myndi helst vilja gera og brenna fyrir og talandi kapp, þá myndi ég auðvitað helst vilja bara fylgja allir þessu eftir og halda áfram með þetta vegna þess að þetta mjög heillandi. Ég held að keppnisskapið nýtist mjög vel þarna af því að þú ert auðvitað að vinna á sviði sem mjög víðfeðmt og þú þarft bara að vera tilbúinn að hlaupa mjög hratt og hlaupa alla daga til að styðja við allt þetta fagfólk sem að sinna þessu stóra kerfi alla daga, þannig að það finni fyrir því að það eigi stuðning. Því ef það finnur fyrir því að það eigi stuðningin og það sé mikil vilji í ráðundinu og þú fær alla þar til að hlaupa mjög hratt,
þá finnur fagfólki fyrir stuðnum og það sé verið að styðja við það til að bæta kerfið og það mun skila sér til fólksins. Það hef ég lagt upp með og mér finnst það að vera að koma, svolítið svona hugafar og ég veit að það mun skila sér og þess vegna langar mig að halda áfram með það en auðvitað eins og ég gefi nú ærlegra svar varðandi af hverju Framsókn og svona dragi nú svona aðeins úr svona augljósri trú á eigin getu þá skilur Framsókn hið blandaða kerfi sem hefur verið byggt upp hér og við munum illa geta farið með þetta til vinstri, það er búið að reyna það og ætla hinu opinbera að klára málið eða fara með þetta til hægri og trúa því að einhver sérstök einkavæðing bjargi málum. Þetta kerfi er ekki þannig uppbyggt. Við erum með félagslegt opinbert fjármagnað kerfi. Það getur virkað mjög vel og þess vegna er Framsókn best fallin til þess að stýra heilbrigðiskerfinu. Sko við höfum bara allt og lengi verið að rífast einhver hugtök afglæpavæðingu og hvernig við höfum að nálgast skaðaminnkun raunverulega. Og það hefur bara sannað sig, talandi gagnreyndar aðferðir, að skaðaminnkunar nálgun er viðurkennd gagnreynd nálgun. Hún þarf að vera grunnhugsunin í kerfinu að vinna með þeim sem að kljást við fíknina. Það eykur mjög líkurnar á því að við getum á einhverjum tímapunkti náð þeim árangri með sjúklingnum að hann komist svona eins langt frá sinni fíkn eða svona í gegnum þennan sjúkdóm sinn eins og hægt og lifað innihaldsríku, gefandi, gifturíku lífi. Þetta er algjör grunnhugsun sem þarf að vera til staðar og ég er mjög ánægður með fólk sem kann þetta miklu betur en ég. Ég hef nú bara þurft að læra hratt þarna. Er búið að teikna upp skaðaminnkunarstefnu og hún þarf að ná inn í allt kerfið okkar og það þarf að vera hluti af því eins og við leggjum þetta upp með að vímuefnarstefnu og vímuefnaforvörnum sem þarf að vera svona heildræn og ná utan allt kerfið okkar.